Sæl og verið velkomin í þáttinn Eldum saman. Þátturinn á þessu sinni verður hér í stofunni hjá mér. Og það sem við ætlum að elda í dag eru kótilettur. Kótilettur með kartöflum. Og þetta er mjög einfalt. Við byrjum á því að taka pönnuna og setja kótiletturnar á pönnuna og steikja þær vel. Munið að steikja pönnuna á góðan hita og passið að hafa kótiletturnar ekki of lengi því þá brenna eins og þið sjá hérna. Þið sjáu það kannski reyndar ekki út af því að því miður þá var budgetið mjög lágt eins og alltaf hjá okkur hérna stöðinni, en þið sjáu vel að kótiletturnar eru of tilbúnar. Það gerist stundum að kótiletturnar verða of tilbúnar. Það er ekkert því annað að gera en að borða það samt. Því að, eins og einhver sagði, matur er matur. Og við tökum pönnunar, við tökum kótiletturnar, setjum þær á fiskinn. Og við tökum aðra kótilettuna og setjum hana líka á diskinn. Og við tökum þriðju kótilettuna og setjum hana líka á diskinn. Þannig að, já, það eru það margar kótilettur. Það eru 3 kótilettur, jú. Og þegar þið eru búin að enda kótilettuna, þá er mjög mikilvægt að slökkva á slökkva á pönnunni. Slökkva á pönnunni. Og líka gott að gera þetta að setja nóg mikið af vatni yfir pönnuna svo að skíturinn verður ekki eftir á pönnunni þegar næst er að fara að nota pönnuna. En eins og þið sjáu þá er þetta mjög vel gert í alla staði. Og þá er að sjá hvað varðar kartöflunum. Það eru í ofninum og við erum búin að hafa þær í svona sýningur. Þær voru fólksfóðunar. Þannig að við eldum þær styttra en venjulega. Þannig að þið sem eru heima, þið eldið eflaust kartöfluna í lengri tíma. En svo tökum við hérna kartöflu og aðra kartöflu og þriðju kartöfluna jafnvel og jafnvel þá 4. Og hvað eru það margar kartöflur? Jú, það eru nóg af kartöflum. Og þá er það næst að fá sér salat og ég finna á mig það í augnablik. Ég er búinn að koma salatinu í svona litla skál, þannig að ég er búinn að saxa það saman fyrir. Og í þessu eru gúrka og selleri og alls konar gott frí sem er mjög gott að fá með kótilettum. Og við leggjum tíma þetta á okkur því að við þurfum að setja salatið í ísskapinn. Við erum betri í ísskapinn. En hérna maturinn. Við erum að fá kók með þess að drekka. Fyrir ykkur sem að drekkir ekki kók, þið getið ekki banna að drekka. Vatn. Svo þetta fá sér vatn sem að er tiltur. En maturinn okkar í kvöld. Við ætlum að bæta við aðeins af gráðatósósu. Því að mér finnst yndisleg. Ég elska gráðatósósu. Og ég sjá þið. Sjá þetta. Nú að gráðatósósu. Það er yndislega gott.
ef við ekki bara klára grástasúsuna, ekki? Klárum hana bara. Grástasúsa! Og við ætlum jafnvel að fá líka hérna þessu. Hellum henni upp, þið sjáu þetta reyndar ekki en afsakið það. Budgetið hjá okkur bara því mér svona lífett. Og þar höfum við það. Þetta tók ekki nema 5 mínútur frá því ég byrjaði að taka upp. Reyndar var maturinn búinn að vera lengur í ofninum en það skiptir svo sem ekki máli. Þetta búinn að vera kvöldstund með Daníeli. Sagði ég ekki annars að þátturinn héti kvöldstund með Daníeli. Þetta hefur verið kvöldstund með Daníeli. Hafið það gott að sinni. Verið sæl.